ferðaþjónustu og aðgerðir í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og málshefjandi Áslaug María Friðriksdóttir. Borgarfulltrúi. Elsa Mætt. Forseti, borgarfulltrúar. Mér langar svona í ljósi þess, bara í ljósi allra þeirra frétta af ferðamálum í borginni núna yfir hátíðarnar, að svona fara aðeins yfir þessi mál aftur. Og ég veit að ég hef nú gert það hérna áður nokkrum sinnum, en ég held að það sé þörf á því við föngum þetta aðeins betur. Nú það svo að núna í desember, eða milli desember mánuða, nú 2016, það sést bara núna, og síðasta ár, þá fjölgaði ferðamönnum 76% milli ára. Það nú ekkert smávegis mikið og við hljótum náttúrulega að bara viðurkenna það að við verðum að fara að skoða hvort að við stefnum hraðbýri að þolmörkum íbúa. Og mér leið svolítið þannig þegar ég las fréttir og svona heyrði hvað fólk var að segja á samfélagsmiðlum í bara núna síðustu daga, að við hér í borgarstjórn hefðum ríka skyldu til þess að bregðast við. Daginn heyrði ég sérfræðing segja að borgin hafi hreinlega verið uppselt. Það var allt fullt, það var ekki hægt að fá einu sinni borð á veitingastað þegar á rauðudögunum eða hátíðisdögunum. Ferðamenn hafa ekki gert sér grein fyrir þessu og jafnvel setið þá einhvern veginn hafðu lítið fyrir stafni og áttu erfitt að svona komast að því hvað þeir getur verið að gera á þeim tíma sem að dauðastur var, ef svo má segja. Nú það svo að það svona verið að spá því að fjöldi ferðamanna á Íslandi geti orðið 2,5 milljón árið 2018 og að mesti vöxturinn verði yfir vetrarmánuðina og þá má kannski telja það líklegast að ferðamennirnir munu dvelja hér. Fara ekki beint út á land og ferðist þar heldur dvelji hér, allavega mikið til í seinnipartinn þegar þeir eru búnir að fara og ferðast í einhverjum dagsferðum. En hins vegar þá framboð á þjónustu, sérstaklega Reykjavíkurborgar, ekki nægur til að mæta með því, eins og til dæmis þjónusta í sundlaugum, söfnum og öðru slíku sem ég tel að við eigum að endurskoða vegna bara þróunarinnar. Svo var auðvitað fullt annað að gerast og maður sá bara, þú veist, lokanir í búðum kom ferðamönnum á óvart. Fólk var hreinlega í hættu á mest svona fjölsóttustu stöðunum yfir áramótin, til dæmis eins og Skólavörðuholtinu. Það var bara óttast öryggi fólks og það alveg bara, það fer ekkert á milli mála að það þarf að bregðast við með einhverjum hætti. Það ekkert hægt að hafa þetta ennþá svona. Það bara ekki hægt. Sundlaugarnar ein sundlaug var opin á nýársdag og þar var ástandinu líkt eins og fólki í sæti þar eins og sardínur í dós og það væru biðraðir í sturtur og salerni og ástandið það bara ekki boðlegt, hvorki ferðaþjónustunni né íbúum. Þannig að það klárlega ástandið bara klárlega orðið þannig að við hér verðum að fara að taka upp svona nýja skoðun á því hvað við ætlum að gera. Það auðvitað svo, ég rifjaði það nú hér upp fyrir stuttu að þó að ferðaþjónusta sé seig, þá getur henni líka hrakað. Ég meina, við getum misst tekjur ef að þjónustan mætir ekki væntingum ferðamanna og ef að ágangurinn of mikil og þjónusta of lítil, þá fer það yfir þolmörk íbúa sem að þá munu fara að sýna meiri óánægju og bara neikvæðni gagnvart ferðamönnum sem nú þegar farið að mælast
sem nú þegar farið að mælast, þó að það sé ennþá mikil ánægja, þá hún minni á höfuðborgarsvæðinu, miklu minni en annars staðar á landinu, og þetta eitthvað sem við verðum að taka alvarlega. Þegar við sjálfstæðismenn ákváðum að setja þetta mál á dagskrá núna, þá vissum við nú ekki að aðgerðaáætlun sú sem verið hefur í vinnslu hjá menningar- og ferðamálasviði væri að fara að koma út bara held ég í janúar og verður kynnt okkur hér á næstu dögum. En hún var unnin í kjölfar þess að við sjálfstæðismenn lögðu fram tillögu í borgarráði að endurskoða bæri ferðamálastefnuna vegna þess að tölur fjölgun ferðamanna stæðust engan veginn og væru strax langt komnar fram úr þeim tölum sem áætlaðar voru þegar ferðamálastefnan var sett, og það hefur nú verið gert og það liggja fyrir drög að aðgerðaáætlun þar sem fjallað ýmsar aðgerðir sem eru bara mjög góðar allar saman, en ég ætla ekki að fara yfir þær því þær verður auðvitað kynntar okkur hér og við munum fjalla þær sérstaklega, en þær eru samt ennþá innan ramma þess sem umfjöllunin hefur öll verið þegar rætt hefur verið ferðaþjónustu, því að hún hefur verið svo mikið sóknarfæri, hvernig við sækjum tekjur, hvernig við sækjum fleiri ferðamenn, hvernig byggjum við upp og svo framvegis, en engin og nánast engin áhersla hefur verið lögð á varnarleikin. Hvernig verjum við íbúa og jafnframt þá ferðamenn fyrir því að það verði farið yfir þau þolmörk sem til eru og vísbendingar eru akkúrat núna að svona þróunin sé að nálgast þau með einhverjum hætti. Ég tel að við eigum, og ég ætla ekki að hafa þetta langa ræðu, en ég langa yfirferð því að ferðamálin auðvitað snerta alveg gríðarlega margt. Mér langar samt auðvitað segja það að það eru auðvitað helst húsnæðismálin sem íbúar Reykvíkinga eru bara í raun og veru við bara mjög erfitt ástand, því að það eru ekki neina lausar íbúðir. Það ekki hægt að finna íbúð með góðu móti. Fólk bara býr við ótrúlegt óöryggi á húsnæðismarkaði. Ungt fólk kemst ekki inn á markaðinn og það allt of lítil fjölgun íbúa. Og meðan íbúðum fjölgar ekki eins og bara þarf að vera og þyrft að vera og ekki samkvæmt þeim áætlunum sem hafa verið lagðar fram, þá náttúrulega verður ástandið ekki betra. Og ég ætla ekki að orðlengja það, en ég legg eiginlega bara inn í umræðuna og langar til að heyra hvort þau eru ekki sammála okkur með það, að til þess að taka líka varnarleikinn í ferðamálunum, þá ættum við að bæta hreinlega við kafla þegar við fáum auðvitað kynningu á aðgerðaáætlun menningar- og ferðamálasviðs, en þá ættum við að bæta hreinlega við kafla sem fjallar einungis til hvaða varna við ætlum að grípa, þannig að við göngum ekki of mikið á íbúa og við gætum þess að fara ekki yfir þessi þolmörk sem stundum eru kölluð, en það hefur til dæmis gerst í öðrum borgum að óánægjan hefur orðið svo mikil. Til dæmis var nú tekið dæmi hér að einhverjum morgunverðarfundi hjá Arion banka í haust síðastliðið, að ferðamannaborgin Barcelona þar sem mælt var bara hvað væru svona helstu vandamál að mati íbúa borgarinnar. Og þau voru 4 að mati þeirra, það voru fátækt, atvinnuleysi, samgönguvandamál og ferðamenn. Og þetta má ekki gerast hér og við verðum að stíga fram sterkt núna áður en þetta fer í óefni, því að manni sýnist að vera að gerast þó að við vitum að það þurfa að byggja upp hótel og allt svoleiðis, við vitum alveg að það þarf að gera það líka. Þá verðum við hins vegar að vita og skilgreina hvernig við ætlum að koma til móts við íbúa, hvernig ætlum við að verja í raun og veru þau lífsgæði að geta bara búið á öruggum húsnæðismarkaði.
Hvernig ætlum við að verða þau lífsgæði ungt fólk geti fundið sér húsnæði við hæfi? Við höfum öll skrifað undir húsnæðisstefnu, við eigum að vera að vinna að henni. Maður getur einhvern veginn ekki alveg séð við síðum að því. Allavega þá einhver önnur þróun að hamla því verulega að okkur takist það. Þannig að ég legg til að, og svo sem þetta við erum ekki með neina tillögu það, en ég setja hérna að legg það fram inn í umræðuna hér, að við bætum hreinlega við umfjöllun og förum að fjalla með mjög skipulegum hætti hvernig við bregðumst, eða tökum þennan varnarleik og bregðumst við til þess að verja íbúa og leið auðvitað ferðamenn og bara ánægju ferðamannana fyrir of miklum ágangi og hvernig við jafnvel endurskilgreinum opnunartíma til þess að bara bæta ástandið fyrir alla. Og ég ætla ekki að orðlengja þetta, ég vona að þið takið bara jákvætt í þessa hugmynd og ég bara mun svo í kjölfarið að því ég vissi nú ekki þegar málið kom á dagskrá og við myndum fara að fjalla aðgerðaáætlun menningar- og ferðamálaráðs svo fljótt að við tökum þessa umræðu þá mun ítarlegar þegar það kemur. En ég legg þessa hugmynd hérna fram og vonandi hafið þið sömu skoðun og ég á henni. Borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka fyrir það að setja ferðamálin hér á dagskrá. Það fullt tilefni til þó við höfum nýverið rætt þau mál nokkuð í borgarstjórn. Og það alveg rétt að í undirbúningi aðgerðaáætlun eða uppfærð aðgerðaáætlun í tengslum við ferðamálastefnuna. En af hverju eðlilegt að við séum að ræða ferðamál þetta mikið? Jú, við höfum undanfarin ár séð metár í ferðaþjónustu með miklum vexti ár frá ári. Árinu sem var að ljúka að á því var 40% aukning í fjölda ferðamanna frá fyrra ári eða tæplega 1,8 milljón ferðamanna, 1.767.726 svo maður sé nákvæmur og það búist við alltaf 35% aukningu á árinu sem var að hefjast og með við það að þá erum við að stefna í 2,2 til 2,5 milljónir ferðamanna á þessu ári. Það þýðir að alltaf 640.000 fleiri gestir verða þessu ári heldur en bara í fyrra. Og það eins og heildarfjöldi gesta sem hingað kom 2012. Heildarfjöldi. Og þetta dregur fram hversu mikill vöxturinn að því að þessar prósentutölur, þó að það sé ekki að hækka eins mikið, þá eru þær auðvitað reiknast af hærri heildartölu. Á hverju degi má þannig ætla að á landinu séu 45 til 50.000 ferðamenn og þar af 25 til 35.000 í Reykjavík. Að minnsta kosti. Það er vegna þess að 97% ferðamanna dvelja í Reykjavík skemmri eða lengri tíma. Það er munur á ferðamönnum sem koma vetrarlagi og sumarlagi. Ferðamenn sem koma vetri dvelja lengur í borginni. Hlutfallslega. Þeir vilja njóta borgarmenningarinnar meira, gista í Reykjavík en fara í dagsferðir út fyrir borgina. Sumarferðalangar dvelja 1 til 2 nætur í borgina áður en þeir ferðast landið og 1 til 2 nætur áður en þeir fljúga til síns heima og eru frekar að koma til að njóta náttúrunnar. Það sem er jákvætt í þessum tölum að það hefur tekist að rétt af hluta þess mikla munar sem var áður á sumrin annars vegar og vetrinum og voru á haust hins vegar. Þannig sjáum við 50% aukningu yfir vetramánuðin en 25% aukningu yfir háannatíman. Það er þó alls ekki þannig að maí og september séu einhverjir off-season mánuðir lengur. Maí og september voru á síðasta ári stærri heldur en stærstu mánuðirnir árið áður eða það bil. Og janúar og apríl eru einu mánuðirnir á árinu 2016 þar sem komu færri en 100.000 gestir.
sætaframboðið það sem stýrir þessu mest, það er að segja plássin á Keflavíkurflugvelli, og það framboð eykst stöðugt. Það var 60% meira sætaframboð í vetraráætlun 2016-17 eða yfir 3 milljónir sæta og 2 milljónir sæta í boði 2015-16. Þetta eru auðvitað stórum hluta ferðamenn sem eru ekki að stoppa á Íslandi. Þegar við tölum fjölda ferðamanna og að ferðamenn séu orðnir fleiri en íbúar, að þá er það samt svolítið villandi. Samanber það á hverjum tíma eru bara 25–30.000 ferðamenn í Reykjavík. Það eru auðvitað ekki fleiri en Reykvíkingar, en á afmörkuðu svæði getur það verið. Svokölluð mannfjölgunar áhrif eru reiknuð af fjölda ferðamanna og það tekur með bæði af fjölda þeirra sem koma til landsins og hvað þeir eru lengi. Og mannfjölda áhrifin er 3,4%. Fjöldi ferðamanna hefur sömu áhrif og ef okkur myndi fjölga 3,4%. Meiri á vissa hluti, þeir eru líklegri til að borða úti og svo framvegis, og það er ástæðan fyrir sömu af þeim jákvæðu áhrifum sem að fjölgun ferðamanna hefur. Á fjölda veitingastaða, á menningarframboð og alls konar sýningar og tónleikar sem stendur undir sér sem án ferðamanna hefði ekki gert það, og kannski á tímum ársins þegar það var ekki raunhæft áður. Við erum með 4.500 hótelherbergi í borginni, 4.615 nánar tiltekið, samkvæmt Hagstofunni. Við erum með 1.000 herbergi í öðrum flokkum. Til samanburðar eru 2.300 hótelherbergi á teikniborðinu. Og gistinætur voru 2,2 milljónir á hótelum á höfuðborgarsvæðinu fyrstu 11 mánuði ársins í fyrra, í samanburði við 1,6 milljón árið áður. Mjög mikil aukning sem sagt. Ef við tökum Airbnb þá eru 2.500 íbúðir á skrá hjá Airbnb í apríl á síðasta ári. Ef við þýðum það yfir í herbergi þá eru þau nokkuð fleiri líklega, eða kannski 4.500. En við höfum verið að afla nýrra gagna í þessu frá svokölluðu AirDNA sem hefur greint þetta svo að í ágúst síðastliðinn hafi 2.000 íbúðir verið í boði, 707 einstök herbergi og 57 herbergi til að deila verið á skrá í Reykjavík. Nýtingin virðist hafa verið ótrúlega há hjá þeim sem voru með þetta á skrá, eða 78,9%, sem er litlu minna en meðalnýting hótelherbergja sem er 82,7%. Hagstofan segir reyndar að nýting hafi verið 93,7% á hótelherbergjum á höfuðborgarsvæðinu í ágúst. Hinar tölurnar eru meðaltali yfir árið. Nýtingin er nokkuð minni í nóvember hjá samkvæmt AirDNA eða 64%, en til samanburðar er 90% nýting á hótelherbergjum. Þetta bendir til þess að einhverjum hluta er Airbnb að taka kúfinn yfir sumarmánuðina, en að einhverju leyti er þetta hrein viðbót. Vegna þess að íbúðirnar eru töluvert færri sem eru yfir vetratímann. Gestir dvelja að meðaltali 4,5 nætur í Reykjavík og það er ljóst þó að mikið sé í pípunum varðandi hóteluppbyggingu að uppbygging hótel og gistirýmis nær ekki að halda í við fjölgun ferðamanna. Ef við reynum að átta okkur aðeins á því hvað margir vinna við ferðaþjónustu þá er það 20.000 manns 2016, þar af helmingur í Reykjavík. Og spár gerir ráð fyrir að helmingur starfsmanna í greininni verði erlent vinnuafl á næstu árum. Bara árið 2017 varlega áætlað að það vanti 2.500 nýja starfsmenn í tengslum við ferðaþjónustu. Varðandi það sem borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir nefndi viðhorf ferðamanna og íbúa, ef við tökum það, að þá eru milli 95
og 99% gesta Reykjavíkur sem segjast munu mæla með Reykjavík sem áfangastað. 94–98% segja reynsluna Reykjavík vera frábæra eða góða. Og við fáum heildarskýrslu við þetta núna í febrúar. Flestir ferðamenn fara á veitingahús, 76%, versla, 51%, 36% fóru í dagsferðir, 34% söfn og sýningar, 29% í sund, 11% sóttu listviðburði. Flestir sögðust að fara á Laugaveginn, 70%, 67% á Hafnarsvæðið, 64% á Hallgrímskirkju, 48% í Hörpu, 34% í Ráðhúsið og 22% í Perluna. Ef við skoðum íbúa Reykjavíkur, hvað segja þeir? Þá var þetta kanna bæði vorið 2015 og 2016 og íbúar eru að stærstum hluta mjög jákvæðir gagnvart ferðamönnum en jákvæðari gagnvart ferðamönnum en ferðaþjónustunni sem atvinnugrein, sem athyglisverður greinarmunur. Og það aðallega rútuumferðin í miðbænum sem fær slaka einkunn og síðan pirringur út af fjölgun eða uppbyggingu hótela. 95% íbúa eru almennt jákvæðir gagnvart ferðamönnum 2016 sem nánast það sama á 2015 en þá voru 98% íbúa jákvæðir. Þetta aðeins lægra í miðborginni, það voru 88% í miðborginni sem voru jákvæðir það bil, en þar eru þó 12,2% sem telja fjölda ferðamanna vera orðin of mikinn. Nei, það í borginni í heild. Þriðjungur þeirra í miðborginni telur fjölda ferðamanna vera orðin of mikil, 21% í Hlíðunum og 10% í Vesturbæ. 6% íbúa höfuðborgarsvæðisins segjast hafa orðið fyrir ónæða ferðamönnum, þar af 29% í miðborginni og 11% í Hlíðunum. Hver eru verkefnin? Þau eru fjöldamörg. Við þurfum að finna fleiri lóðir fyrir hótel en ekki öll á sama stað. Við þurfum að dreifa þeim betur. Þetta þurfum að gera til þess að minnka þrýstinginn á íbúðamarkaðinn. Við þurfum líka að skerpa á og dreifa upplýsingum skilgreiningar aðalskipulags og hvar megi vera með gististarfsemi og hvar ekki, samhliða innleiðingu á nýju löggjöfin gististaði, þar sem á að gera tilraun til þess að ná utan Airbnb-væðinguna. Við bárum saman bækur okkar með öðrum hraðvaxtaborgum, meðal annars Barcelona, til þess að gera þetta eins vel og hægt og það áhugaverð þróun í þessu, til dæmis í Amsterdam og London, sem við getum sannarlega lært af. Það athyglisvert að í Stokkhólmi fjöleignahúsalöggjöfin svo sterk að íbúarnir í sameiningu ákveða það hvort það sé leyfilegt að leigja ferðamönnum. Varðandi markaðsstarfið að þá fókusinn farinn af því í það meira að stýra okkur sem ferðamannastað og stýra viðhorfunum til Reykjavíkur frekar en að vera að laða fleiri og fleiri ferðamenn. Þá sem við viljum laða að, við viljum betur borgandi og að þeir koma á lágvaninni þegar innviðir einhverju leyti vannýttir. Við þurfum að fá hlutdeild í gistináttagjaldi. Sveitarfélögin þurfa þetta absolút og þetta á að vera meginkrafa okkar gagnvart stjórnvöldum. Við erum að taka upp farþegagjöld hjá Faxaflóahöfnum frá og með næstu áramótum og við þurfum að fara yfir bílastæðipólisíuna. Við erum til dæmis með ókeypis bílastæði við BSI á Borgarlandi, sem eiginlega svolítið furðulegt. Þetta langtíma stæði fyrir fólk sem kannski bara í útlöndum, inn í miðri borg. Og þau getur nýst mikið betur og verið mikið leibrari ef við hugsum það í gegn. Við þurfum auðvitað að fylgjast með þessu eins og þetta talnaefni gefur til kynna að þá erum við með aðgang á býsna mörgum gögnum en hugsanlega þurfum við að fylgjast betur með einhverjum þáttum. Við þurfum til dæmis að meta áhrif ferðaþjónustu og bílaleigubíla á umferðina og hvað sé til ráða í því.
Við þurfum að dreifa ferðamönnunum betur, bæði innan borgar. Við sjáum í könnunum að það eru mjög mörg hverfi sem vilja fá meira ferðamönnum til sín. Vilja gjarnan fá hótel og veitingastað og annað sem því fylgir, kaffihús. Þó þeim finnist jafnvel nóg komið nálægt miðborginni. Og nágrannasveitarfélögin vilja gjarnan fá meira til sín og við viljum dreifa ferðamönnum bæði með því að skilgreina BSI sem umferðarmiðstöð fyrir landið allt og með því að tengja betur millilandaflug og innanlandsflug. Við þurfum að huga að útliti og yfirbragði borgarinnar, umferð og samgöngum, eftirliti og samhæfingu, mannauðnum og afþreyingu og það eru þetta mörg spennandi verkefni þar. Leiðarljósin hljóta að eiga að vera þau að nýta tækifæri sem leiðir af fjölgun ferðamanna og fjárfestingu tengt ferðaþjónustu til hagsbóta fyrir fyrst og fremst borgarbúa sjálfa, hverfi borgarinnar og borgina í heild. Við þurfum að vinna gegn einsleitni og óhóflegu álagi á einstök svæði í borginni og styðja við dreifingu ferðamanna innan höfuðborgarsvæðisins og til annarra landshluta. Við þurfum að stuðla góðri dreifingu gististaða gegnum lóðaúthlutanir og skipulag, vinna betri skráningu þeirra og vinna gegn svartri atvinnustarfsemi, alveg klárt. Við þurfum líka að ná samstöðu eðlilega gjaldtöku af ferðamönnum til að standa undir útgjöldum vegna aukinnar umhirðu, þjónustu, fjárfestingu og viðhaldi innviða. En við þurfum líka öflugri innviði. Ég tek eftir að í samstarfssáttmála nýrrar ríkisstjórnar Hvassahraunflugvöllur kominn á dagskrá. Þá taka upp viðræður á grundvelli þeirra kosta sem liggja fyrir og nákvæmari greiningar. Við þurfum nefnilega nýjan flugvöll að mati margra, þar á meðal ferðaþjónustuaðila út á landsbyggðinni og þar gætum við slegið margar flugur í einu höggi, fengið betri millilandaflugvöll, betri innanlandsflugvöll, betri sjúkraflugvöll og betri flugvöll fyrir Reykjavík líka. Við þurfum nýja umferðarmiðstöð á BSI sem tengipunkt við landið allt til þess að taka svolítið til í rútumenningunni og því hvernig hún að þróast. Við þurfum nýja farþegamiðstöð á Ægisgarði og fjölnotahús á Miðbakka til þess að mæta þjónustu skemmtiferðaskipa og stýra betur umferðinni sem tengist höfninni. Og við þurfum öflugri almenningssamgöngur fyrir höfuðborgarsvæði, nýja borgarlínu til að þjóna þessum markmiðum líka, þjóna íbúunum auðvitað fyrst og fremst, en líka gefa öðrum sveitarfélögum kost á því að byggja upp þjónustu ferðafólk í nánd við góðar almenningssamgöngur. Og síðan þurfum við almenningssalerni og höfum reyndar þegar ágæta aðgerðaáætlun í því, en það dæmi verkefni sem við getum fjármagnað leið og við botnum umræðunum gistináttagjald til sveitarfélaga í samvinnu við ríkið. Þetta svona yfirlit yfir nokkuð af því helsta sem til skoðunar en undir í þessu gríðarlega stóra verkefni að ná utan þróun ferðaþjónustunnar, þannig að hún nýtist borginni, þannig að hún auki lífsgæði, þannig að hún fjölgi sundlaugum sem opnar seinnipartinn og kvöldin með auknu tekjustreymi og einskiptisgjöldum. Við verðum nefnilega að hugsa núna út fyrir kassan í ljósi ferðamannastraumsins. Hvernig getum við látið ferðamannastrauminn greiða sannvirði fyrir hluti sem við viljum gjarnan þróa í þjónustunni, þannig að það geti líka nýst fólkinu sem býr í borginni frá degi til dags, mánaði til mánaðar og ári til árs. Þannig getur ferðaþjónusta nýtt okkur ef við höfum kjark til þess að stýra þróuninni, bregðast við, þó við ráðum auðvitað alls ekki öllu. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínum og þá endir andsvar borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir. Já. Jú, já, það allir spenntir. Forseti, borgarfulltrúar. Já, ég
Sko, við erum alveg sammála margt, en það sem eiginlega ég að fjalla og ég kýs bara að túlka sem svo að borgarstjóri sé sammála mér þó hann hafi kannski ekki alveg nálgast mig í umræðinu. Og það þetta að við förum sérstaklega að horfa á vörnina en ekki sóknina. Við horfum á þetta með öðrum gleraugum en við höfum gert. Við höfum horft á hvernig getum við nýtt sóknarfærin í ferðaþjónustunni. Auðvitað vitum við að það mun bæta einhverju leyti líf íbúa, en það mun ekki gera það öllu leyti. Þess vegna verðum við að setja okkur hin gleraugun sem eru bara varnargleraugun. Hvernig, hvar snertir ferðamennskan og ferðamannastraumurinn íbúa neikvætt. Þetta verðum við bara að fara að skilgreina og gera eiginlega bara, ég held að það sé bara gott fyrir okkur að ákveða að sá kafli fari líka inn í ferðamálastefnuna þar sem við fjöllum bara hverjar geta verið neikvæðar afleiðingar og mikillar ásóknarferðamanna í Reykjavík á íbúa og lífsgæði þeirra. Við vitum alveg að þau eru fjölmörg og ég held að þrátt fyrir að við séum ekkert, það ennþá vantar hótelrými, ég sammála alveg því sem kom fram í ræðu borgarstjóra, en þá þurfum við bara líka, það bara kominn sá tími og við megum ekkert bíða að við eigum að fara að setja upp þessi gleraugu og horfa og bara gera það, af því að þannig getum við held ég hraðar brugðist við þó við setjum þessi neikvæðu gleraugu. Þá borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir veitt andsvar og þá svarar borgarstjóri andsvari. Forseti ágæta borgarstjórn, já ég held að sé nú bara alls ekki langt á milli okkar ef nokkuð í þessu. Við erum auðvitað að greina þróunina og reyna að styðja við það sem er jákvætt í henni og varast það sem er neikvætt. Ég hefði sjálfsagt átt að nefna það hefði verið rétt að nefna það að í samanburði við aðrar hraðvaxtaborgir að þá erum við býsna róttæk hvað það varðar að við erum búin að setja hótelkvóta á viss svæði og erum að undirbúa hótelkvóta og önnur til þess að dreifa uppbyggingu hótela til dæmis víðar. Það hafa fáar borgir gert. Barcelona setti á tímabundið algjört bann. En fyrsta lagi var það bara tímabundið og síðan leysti það kannski ekki neitt vegna þess að sveitarfélögin þar í kring hófu bara að byggja gríðarlega mikið af hótelum sem minnka alls ekki straum ferðamanna til Barcelona vegna þess að nær helmingur ferðamanna til Barcelona kemur rútum annars staðar á Spáni. Þetta í raun alveg ótrúlegt að fá yfirferð yfir þetta. Þannig að rútuvandamálið ekki síst Spánverjar sem koma annars staðar frá sem koma til Barcelona. En það eins og gríðarlega gagnlegt að bera saman bækur okkar við aðra. Margir eru komnir lengra í að stýra umferð og streymi ferðamannum einstaka fjölfarna staði og þegar maður var á Skólavörðuholtinu á gamlárskvöld að þá var manni hugsað til þess að það dæmi stað þar sem þarfnast kannski meiri stýringar við og við þurfum að byggja upp áhugaverða viðkomustaði svona örlítið út fyrir miðborgina og náttúruvísindasýningin í Perlunni getur og mun að mínu mati klárlega vera frábært dæmi það. Góðar sundlaugar eins og við Laugardal eru frábært dæmi það og núna þegar við fáum útilof við sundhöllina að þá verður það sannarlega gott. En ég tek undir að við eigum bara að eiga í opnu samtali hvað við getum gert betur og hvar við eigum að bregðast við, meðal annars varðandi rútuumferðina, en mjög margt af þessu mitt á dagskrá. Ég var bráður á mér, varst búinn. Þá hefur borgarstjóri lokið að svara andsvari og næstur tekur til máls borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég byrja á að óska ykkur gleðilegs árs. Ykkur sem og þeim fjölmörgu borgurum sem að hlusta og horfa á þennan fund í beinni útsendingu á internetinu eða jafnvel í útvarpi. Sko, þetta auðvitað eitt af okkar aðal viðfangsefnum
okkar samfélags þessa mundir, það er móttaka þessa gríðarlega fjölda ferðamanna og við erum auðvitað ekki ein að glíma við þetta, ég meina bara ferðamönnum í heiminum bara fjölgar ofboðslega mikið. Fyrir því eru ýmsar ástæður, fyrst og fremst svo að fólki þykir orðið eðlilegt að ferðast, fleiri sem að hafa efnahagslega getu til þess og auðvitað samgöngur, flugsamgöngur fyrst og fremst orðnar miklu meiri en þær hafa nokkuð tíðan verið. Og við erum auðvitað í móttökufasa núna, það er að segja það er alveg rétt hjá borgarfulltrúa Áslaugu Friðriksdóttur, við þurfum ekki að sækja fleiri ferðamenn hingað, við þurfum bara að huga í hvernig við ætlum að taka á móti þeim og hvernig við ætlum að láta samspili við íbúana þróast. Og eins og borgarstjóri nefndi að þá þetta eitt lykilatriði í þessu er dreifing ferðamanna. Af því að það er vissulega þannig að hér á Íslandi er heilmikið pláss. Það vantar í sjálfu sér ekki pláss á Íslandi og í raun og veru vantar ekki áhuga að vera staði fyrir ferðamenn að sækja heim. En þeir hins vegar staðir sem að svona eru, hvað ég var að segja, eru kynntir fyrir ferðamennum og eru svona hinn hefðbundni áfangastaðar, þeir eru ekkert sérstaklega margir og þessu þarf að breyta og ég held að sé allir með þetta það, en það er svona svolítill vandræðagangur í því hvernig nákvæmlega á að standa að þessu. Varðandi borgina og borgarsamfélagi hérna, þá eins og borgarstjóri nefndi, þá er lykilatriði að dreifa ferðamönnum meira höfuðborgarsvæðið og við höfum þetta stigið ákveðin skref í því að markaðssetja höfuðborgarsvæðið sem heild. Allt höfuðborgarsvæðið heitir í hugum útlendinga bara Reykjavík og það er mjög gott mál. Það er, þú veist, kannski pínu erfitt að googla Hafnarfjörður eða Kópavogur, ég veit það ekki, Mosfellsbær og einhvern veginn grein á milli. Þetta er bara Reykjavík í hugum fólks. En það er náttúrulega lykilatriði að á fleiri stöðum séu í raun og veru áhugaverðir íbúðakjarnar í raun og veru, eða þjónustukjarnar, getum kallað það. Og það er til dæmis seginsaga þegar fólk leitar sér að hótelgistingu eða gistingu bara almennt, að þá skoðar það hvaða þjónusta er í boði í ákveðnu radíus. Og ef að það er ekki neitt, það er engin búð, það er engin sundlaug, það er engin afþreying, þá kemur þetta að spurningunum almenningssamgöngunar, hvernig eru þær, og ef þær eru lélegar nú þá er það bara bíll eða að fara nær. Borga aðeins meira, vera nær miðjunni og þetta er bara mál sem að mun verða svona make or break, svo í sletti, í okkar skipulagningu á móttöku ferðamanna. Þarna er til dæmis eitt lykilatriði í þessu er borgarlína. Hvernig, og við þurfum að koma á borgarlínu, hvort sem að það verður eitthvað fyrirbæri sem er á gúmmídekkjum eða teinum, og það þarf að gerast mjög hratt. Það þarf að gerast mjög hratt og það mun verða til þess að teygja það svæði sem að getur talist svona innan eðlilegra marka fyrir ferðamannin að gista á. Það mun teygja það mjög mikið og verða til þess að við getum byggt upp hótel til dæmis á miklu dreifðara svæði en við erum að gera í dag. Alveg suður í Hafnarfjörð og upp í Mosfellsbæ til að mynda. Og þetta hérna, og það er nú ánægjulegt að sjá að í nýjum stjórnarsáttmála er talað að skoða samstarf við Reykjavíkurborg og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu að koma á borgarlínu. Og það er nú í fyrsta skipti held ég sem að borgarlína er nefnd í tengslum við ríkisvaldið og gríðarlega góðar fréttir. Nú annað gríðarlega stórt atriði í dreifingu ferðamanna er auðvitað flugsamgöngur. Og það er auðvitað þannig að meðan við erum ekki með almennilega tengingu millilandaflugs og innanlandsflugs, að þá mun alltaf sáralítið hlutfall erlendra ferðamanna nýta sér flugsamgöngur innanlands. Svoleiðis er það bara. Ef þeir þurfa að fara á einn flugvöll,
fara í rútu, jafnvel gista til að komast á annan flugvöll þar sem flogið nokkrum sinnum á dag í burtu, þá verður það aldrei hvorki fugl né fiskur. Og það er raun og veru bara vekur spurninguna, það vekur upp spurninguna, er Reykjavíkurflugvöllur orðinn einhvers konar akkillesarhæll í íslenskum samgöngum? Er þetta staðsetning sem mætir ekki kröfum nútímans, bæði hvað varðar þjónustustig og svo auðvitað verðmyndun, verðlagning á flugi? Og ég held að þetta sé þannig. Ég held að ein mesta hindrunin í almennilegri dreifingu ferðamanna landið sé staðsetning á innanlandsflugi, basically Reykjavíkurflugvöllur. Hann er úreltur, hann er á vitlausum stað og það þarf bara að drífa í því að koma upp helst flugvölli í Hvassahrauni af því að það myndi vera betra fyrir íbúa landsins að það væri miðstöð innanlandsflugs heldur en Keflavík og þar sé flugvöllur, þar sé raun og bara annar alþjóðaflugvöllur sem er jafnframt að sinna innanlandsflugi. Og með því móti þá myndum við ná með skilvirkustum hætti að koma hér á almennilegri dreifingu ferðamanna, verð á flugi fyrir íbúa myndi lækka stórkostlega af því að nýtingin myndi stóraukast og þannig myndu bara allir vinna, basically. Og það er líka mjög ánægjulegt í nýjum stjórnarsáttmála að þar er einmitt talað að meta fyrirliggjandi kosti varðandi innanlandsflug og fyrirliggjandi kostir auðvitað eru Hvassahraun og Keflavíkurflugvöllur. Og það þarf að velja á milli eða ákveða hvernig á að dreifa álaginu á milli þessara tveggja flugvalla. Og það þarf að byggja þennan Hvassahraunflugvöll. Það er rándýrt en það mun skila gríðarlegum tekjum. Þannig að það mun allir græða á því og ég held að við ættum að bara samanast það að hætta að kýta þennan litla krúttlega flugvöll hérna sem er algjörlega orðinn úreltur. Var byggður hér í seinni heimsstyrjöldinni og einbeita okkur að því að koma þessum málum í eitthvað farveg þannig að þetta nýtist fólki almennilega. Ég treysti því að sú ríkisstjórn sem nú að taka til starfa muni taka ferðamálin föstum tökum, mun fastari en síðasta ríkisstjórn. Reyndar verð ég að viðurkenna það að mér finnst svona ferðamálakablinn í stjórnarsáttmálanum nokkuð þunnur en það má svo sem segja að ef hefði átt að útlista allt sem það þarf að gera þá hefði það verið lestur sem hefði tekið ansi mikið meira en 11,5 mínútu. Mér skilst að það tæki sirka 11,5 mínútu að lesa stjórnarsáttmálan upphátt á eðlilegum hraða og ég held að við eigum auðvitað, við eigum að bara gera svo sem það sem ég held að við höfum alltaf gert. Við eigum að bjóða til samstarf við ríkisvaldið þessi ferðamannamál. Við eigum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að aðstoða ríkisvaldið í að leysa eða ákveða og leysa í raun og veru hvernig við bregðumst við þessum mikla ferðamannastraumi. Því að við þurfum að klúðra alveg rosalega miklu til að hvað ég var að segja, ef á að hægjast eitthvað verulega á þessari fjölgun ferðamanna þá þurfum við að vera hér einhvern veginn, þá þarf eitthvað mikið að gerast. Við viljum það ekki, við viljum ekki klúðra þessu, við viljum gjarnan hafa fólk hérna, við viljum njóta þeirra ávaxta sem að fylgja auknum fjölda fólks hér á landi. Það har alltaf verið eitt af stærstu vandamálum Íslands að hér alltaf fátt fólk. Það er komin ákveðin lausn á því með þessu móti og við eigum að samanast að gera þetta almennilega. Já, þetta án og svona smá hugleiðingar minni hálfu. Þakka gott hljóð í salnum. Það verður Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokks fyrir að setja þetta mál á dagskrá.
það er búið að vera áhugavert að hlusta á það sem hafa komið hérna upp á rætt málin og sérstaklega ljósið þess að minnir að 10. nóvember þá lögðum við Framsóknarflugvöllurinn fram tillögu í borgarráði þess efnis að það yrði endurskoðuð ferðamálastefna Reykjavíkurborgar. Og þeirri tillögu var reyndar hafnað á síðasta borgarráðsfundi fyrir jól, 20. desember. Og mér finnst bara svolítið sérstakt að henni hafi verið hafnað í ljósi þeirra ummæla sem að hér hafi fallið frá fulltrúa meirihlutans, frá borgarstjóranum og borgarfulltrúa S. Birni Blöndal, því að það er nefnilega alveg ljóst að það er fullt tilefni til þess að endurskoðana og það eru svo margir þættir sem við þurfum að taka á. Þegar hún var ákveðin, minnum við 2010 eða 2011, að þá vorum við ekki með þessa bombu sem að hefur orðið og hefur alveg eins og mér finnst borgarfulltrúinn S. Birnir Blöndal fara mjög vel inn á það, hvað hún hefur raunverulega áhrif á gríðarlega marga þætti í rekstrar umhverfi og framtíðar skipulag Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins. Og alveg eins og við ræddum menntastefnuna, hversu mikilvægt það er að við séum ekki að tjalda til einnar nætur eða verið einhverju plástrapólitík, heldur en að hugsa málið í mjög víðu samhengi og jafnvel að fá aðstoð erlendra sérfræðinga að líta til annarra borga ef á þarf að halda, að þá er það ennþá mín skoðun að því miður þá er ferðamálastefnan sem við erum að vinna eftir orðin barn síns tíma. Hún bara óx hratt. Og þrátt fyrir aðgerð, það fylgir auðvitað aðgerðaáætlun og það er ekki búið að fara í alla þessa þætti, að þá er ég ennþá á því að við getum ekki tekið á öllum þessum þáttum samgöngumálum höfuðborgarsvæðisins, hvort sem það er í léttlestakerfi eða flugvallarmálinu eða húsnæðisvanda Reykjavíkur sem að meðal annars borgarstjóri fór yfir að áhugaverðu leyti með að tala hér fjölda íbúð og herbergja sem eru í útleigu. Þetta nefnilega hangir allt saman. Og það er orðin gríðarlega mikil eftirspurn eftir húsnæði í miðborginni, sérstaklega fyrir veitingastaði og ölkeldurhús. Það samt gefur tækifæri og tilefni til þess að það er að útvíkka hringurinn, það er að færast mikið af verslun upp í Ármúla, upp í 108, við erum að sjá útbreiðslu, það er líka að rísa hótel í miklu mæli. Við erum líka að sjá að borgarbúar, við sem búum í borginni, erum kannski farin að veigra okkur einhver liti við en að fara niður í bæ ef við erum ekki heimaður, kannski veljum frekar að fara og fá okkur að borða á Hilton þar sem nóg bílastæði fyrir framan. Þannig að ég vildi bara koma með þennan punkt inn í að mér finnst mjög miður að það hef ekki verið tekið jákvætt í það að endurskoða ferðamálastefnuna sem er því miður ofvaxið barn, óx bara allt og hratt. Við höfðum ekkert tækifæri til þess að meta það eða þeir sem þá voru við stjórn 2011 og mér finnst nefnilega allir borgarfulltrúar að taka undir það að það sé fullt tilefni til þess. Takk fyrir. Þá er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur tekur til máls Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, næstsíðasti ræðumaður hefur góðar vonir nýja ríkisstjórn að hún hagi málum sínum skynsamlega og við skulum bara vona það að svo verði. En ég ætla að byrja þetta á örlítilli reynslusögu úr Reykjavík. Í gærmorgun var ég á leiðinni að hjóla upp Njarðargötu á leiðinni á undirbúningsfund upp á Höfðatorg og þar fer fram úr mér nokk risastór fjallatrukkur og þegar ég tala risastóran fjallatrukk þá meina ég virkilega fjallatrukk af allra stærstu gerð
sem að fór með hávaða og látum upp Njarðargötuna, keyrði síðan upp á risastórum dekkjum, sennilega 50 tóma dekkjum og öll voru þau negld og keyrir síðan upp á torgið í rauninni, Gangstétt og torg við Hallgrímskirkju. Og út úr þessum risabíl steig út ein manneskja og sem gekk inn á hótelið og bíllinn hélt áfram. Og ég nefni þetta til þess að sem svona dæmi ákveðna vitleysu sem að eða flutningur ferðamanna kominn í hér á miðborgarsvæðinu. Þarna voru sennilega 10 tonn af stáli og ég veit ekki hvað margir 10 lítrar af olíu notaðir til að flytja eina mannesku með heilmiklu sliti malbiks á þessari götu og þetta líka skiptir máli í því samhengi að mér hafa borist bréf frá íbúum við Njarðargötuna sem að kvarta undan umferð mjög stórra farþegabíla upp Njarðargötu og upp að Hallgrímskirkju. Það var forvitnilegt að heyra hér tölu borgarstjóra af því að hún það sem að þar kom fram stemmir ekki alveg við þá tilfinningu sem maður fær þegar að maður les svona, bæði bréf sem að mér berast og líka umræðu á samfélagsmiðlum sem að oft nokkuð neikvæð varðandi suma þætti ferðaþjónustunnar en það svo sannarlega ánægilegt að það kemur í ljós trekk í trekk að meirihluti Reykvíkinga ánægður með ferðamennin í Reykjavík. En sú mæling má ekki gera okkur blinda á það að vandinn til staðar sumstaðar og hann kannski mjög svæðisbundinn. Og í ágætum fundi sem ég held ég hafi minnst áður hér í ræðupólti í borgarstjórn, íbúar héldu boðuð til fundar, íbúasamtök í Austurborginni boðuð til fundar í Spennustöðinni í Austurbæjarskóla í haust, þar sem var verið að ræða sambýli ferðaþjónustu og íbúa í Skólavörðuholtinu mestanpart, Skólavörðuholtinu, norðanverðu og sunnanverðu og kannski í Norðurmýri, sem sagt gömlu Austurborginni. Og þar kom fram mjög skýrt, af því ég var einn af frumælendum að þessu fundi, þar fannst mér koma fram mjög skýrt að það sem að veldur pirringi og óánægju, það óheft rútuumferð. Einn fundarmanna og einn íbúa þarna kom með til mín eftir þennan fund og sagði þetta það sem að pirrar alla og í rauninni við öll sammála það. Það er þetta sem við verðum að laga. Og í framhaldi af því gerðist það að það var stofnaður starfshópur á umhverfis- og skipulagssviði og við fengum Þorstein Rúnar Hermannsson, samgöngustjóra borgarinnar, til að leiða þá vinnu og þetta var 3 manna starfshópur og þessum hópi ætlað að koma með tillögu að stefnu og aðgerðaráætlun og það á að taka til takmörkunar og akstri hóp bifreiða í miðborginni, afmörkun og ökutækjastærð, rútustæði, fjölda og staðsetningar, aðbúnað og gjaldtöku, leigubifreiðastæði og gjaldskyld bílastæði. Og það skemmst því að segja að þessi hópur hefur auðvitað tekið til starfa og hefur fundað allavega 3 sinnum og gengið mjög vel. Við fengum okkar fund nokkuð fjölmennan hóp frá íbúasamtökum, hverfisráði, samtökum ferðaþjónustuna frá höfuðborgarstofu og áttum mjög góðan fund. Þessir aðilar eða hluti af þessum aðilum, íbúasamtök og aðilar úr ferðaþjónustunni skiluðu sameiginlegum tillögum miðjan desember hvað mætti gera til að bæta ástandið. Það voru allir sammála það, bæði talsmenn íbúanna og líka talsmenn ferðaþjónustunnar, að ástandið væri óþolandi því að það hefur legið við 3 sinnum á þessu svæði að hafa komið til slagsmála milli bifreiðastjóra og íbúa.
og það er auðvitað óþolandi. En þessar tillögur hafa nú verið teknar til umfjöllunar í starfshópnum sem komu þarna frá þessum aðilum og ég ætla ekki að fjalla þær hér en það er væntanlega mjög skammt í það að þessi starfshópur skili þá sinni niðurstöðu og sínum tillögum sem að munu taka á þessum vanda, væntanlega með frekari takmörkunum á rútuumferð, stórra og smárra á miðborgarsvæðinu í góðri samvinnu við hagsmunaaðila, að sem sagt þessar tillögur liggi þá fyrir umhverfis- og skipulagsráði sem að tekur það er þá væntanlega til umfjöllunar í byrjun febrúar og vísar því svo áfram og við höfum þá eflaust eftir að ræða það hér líka í borgarstjórninni. Og þetta er mjög aðkallandi vegna þess að þessir rútuumferð hún er einhvern veginn skýrast eða hún er svo skýr birtingarmynd þess sem að margir íbúar á þessu svæði upplifa sem í rauninni hálfgerða ógn við sína tilveru, sífellt áreiti og þannig að það er mjög nauðsynlegt að taka á þessu. Ég vil líka geta þess að því ég gat þess áðan að stóri trukkurinn sem ég sá í gærmorgun hann var á negldum dekkjum. Það er einn þáttur í þessu öllu saman að því að það hefur komið í ljós að allar bílaleigurnar eða bílarnir sem eru leigðir út í bílaleigum að þeir eru flestir á nagladekkjum sem að valda verulegu sliti á borgum á götum höfuðborgarinnar og það er síðan borgað úr sameiginlegum sjóðum borgarbúa, líka fólki sem að til dæmis á ekki bíl, sem að kýs bíllausan lífstíl eða fólki sem að kýs að fara sem allra fæstar ferðir á bílum eða vera aldrei á nagladekkjum. Allt þetta ágæta fólk borgar í rauninni skaðann og sem að þetta mikla slit veldur. Og að mínu mati verður ekki lengur við þetta unað. Þetta fyrirkomulag er einfaldlega ekki hægt. Ég tek undir það sem kom fram í máli borgarstjóra það að það fer að verða áríðandi að koma af stað skipulagi við BSI að því að þar er þá upplagður reitur til þess að skila fólki eða safna fólki eftir því hvert er að fara. En það felst reyndar í þessu, ég ætla ekki að gleyma því að í þessum umræðum starfshópsins sem ég hef verið að ræða að borgin það náttúrulega líka að taka til hendinni. Nú hafa þegar verið gerð 11 sérstök sleppistæði fyrir stóra rútur. Fyrir nokkrum árum var umferð stórra rúta takmörkuð í miðborginni og það eru komin 11 stæði þar sem að stóra rútur geta stöðvað í 5 mínútur. Og ég tel alveg víst að í kjölfarið á áliti eða skýrslu starfshópsins að þá munu þessum sleppistæðum fjölga talsvert á kannski á þessu ári held ég verða að vera. Ég ætla líka að vekja athygli á því að borgarstjóri gat svo sem líka það að það er verið að vinna núna eða það verið að kanna það hvort að það sé æskilegt að koma á samskonar kvóta á hóteluppbyggingu við Laugavegssvæðið og var gert í Kvosinni. Vek athygli á því að lög Airbnb gistingu munu hafa sýnist mér róttækari áhrif heldur en fólk almennt gerir sig grein fyrir því að þeir sem að ætla að vera með Airbnb íbúðir meir en 90 daga, það er þó skilgreint sem rekstur og slíkur rekstur má eingöngu vera á svokallum aðalgötum í borginni og þær eru bara tiltölulega fáar. Þannig að þetta mun hafa svona burtséð frá framfylgd og öllu slíku þá felst í þessu róttækara skref heldur en ég held að menn hafa almennt gert sig grein fyrir. Mér minnir að borgarfulltrúinn Áslaug María Friðriksdóttir hafi talað varnargleru og ættum að setja varnargleru upp og ég hef sett þau upp í þessari ræðu og ég þarf ekki að mæra hérna það hversu
ferðamennskan hefur þrátt fyrir allt gert borgina svo miklu skemmtilegri og líflegri og þar fram eftir götunum. Við þurfum ekki að árlengja það, en ég kom hér upp meðal annars til að tilkynna það að við hjá umhverfis- og skipulagssviði erum okkur mjög meðvituð það að þarna ákveðin vandi og það búið að grípa til ráðstafana til að reyna að laga þann vandi eins og kostur er. Þá hefur Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir að koma upp og veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætlaði að koma örstutt hérna upp því að ég nýbúin að læra að maður þurfi ekki endilega að gagnrýna þegar maður kemur upp í andsvar, sem ég varst mjög fræðandi. Og ætlaði kannski bara örlítið að fá að bæta við yfirferð borgarfulltrúa Hjálmar Sveinssonar varðandi starfshópinn, varðandi rúturnar, að í rauninni þar sem að sú sem hér stendur situr í þeim hópi og í rauninni til mér sá hópur eitt svona mjög gott dæmi eitt af þeim svona kannski hvað mest krefjandi verkefnum sem borgarstjórn eða við hér stöndum frammi fyrir þegar við þurfum annars vegar að reyna að horfa til framtíðar og mæta nýrri stöðu sem kannski enginn gat séð fyrir. Og ég tala ekki þegar hagsmunir okkar fulltrúa sem við þurfum öll að hafa í huga og bera virðingu fyrir stangast á. Og í þessu tilviki það þú ferðaþjónustan, annars vegar það eru skuttferðirnar, það eru hótelin og svo eru það íbúar. Þannig að þetta eitt svona lítið mjög gott dæmi hvernig við þurfum alltaf að nálgast hlutina og með alla þessa hagsmuni í húfi. Og ég tel að það hafi til dæmis sá hópur og sú vinna hafi farið vel á stað þar sem að við svona það sem allir fá aðkomu með sín sjónarmið, en svo það auðvitað okkar að skera á þá fyrirsjáanlega hnúta og þá þau vandamál sem munu koma þar sem að fólk ekki sammála hvernig ber að gera þetta og það snúið, en það eitt af í rauninni milljón verkefnum sem hefur verið komið inn á í þessar umræðu sem að við verðum að taka mjög afgerandi og það væri best ef við myndum í rauninni taka eins og þessi hópur hefur verið unnin að taka fleiri atriði þar sem við svona tökum bara svona alveg grundigt fyrir þessa mismunandi hagsmuni, mögulega tökum þá saman á borðinu svo þeir líka mögulega heyri í hver öðrum svo í staðinn fyrir við séum alltaf milliaðalarnir og mögulega með bjöguðum skilabóðum á milli og svoleiðis. Þannig ég held að þetta sé kannski bara ágætt dæmi hvað býður okkar í vinnunni framöndan og ég held að okkur ætti alveg að takast það ef vilji til. Takk. Það Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og ekki hafa fleiri hvert sér til hljós, þannig að umræðum þennan dagskrárlið telst lokið og við göngum til 4. liðar á dagskrá sem umræðum hvort